Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 14. maí er 5. sunnudagur eftir páska, hinn almenni bænadagur og þema dagsins er biðjandi kirkja. Lexían er hinn gullfallegi sálmur 121. Ég hef augu mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp. Í pistlinum spyr Páll hver vonar það sem hann sér. Og í Guðspjallinu segir Jesús, biðjið og ykkur mun gefið verða, leitið og þér munu finna. Þetta allt áhugaverðir textar en við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Og heyrum heilagt Guðspjall sem úr Lúkasi 11. kafla. Og Jesús sagði við þá, nú á einhver ykkar vin og fer til hans miðnætti og segir við hann, vinur, lána þú mér 3 brauð, því að vinur minn er kominn til mín úr ferð og ég hef ekkert að bera á borð fyrir hann. Mundi hinn þá svara inni, ger mér ekki ónæði, það er búið að loka dyrum, börn mín og ég komin í rúmið, ég get ekki farið á fætur að fá þér brauð. Ég segi ykkur, þó hann fari ekki á fætur og fái honum brauð vegna vinfengis þeirra, þá fer hann samt fram úr, sakir áleitni hans og fær honum eins mörg og hann þarf. Og ég segi við ykkur, biðjið og ykkur mun gefast, leitið og þið munu finna, kníið á og fyrir ykkur mun upploki verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar, og fyrir þeim sem á knýr mun upploki verða. Er nokkur sá faðir ykkar á meðal sem gæfi barni sínu höggorm ef það biður fisk, eða sporðdreka ef það biður egg? Fyrst þið sem eru vondir hafi vita á að gefa börnum ykkar góðar gjafir, hversu miklu fremur mun þá faðirinn himneski gefa þeim heilagan anda sem biðja hann. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Þemað í dag er biðjandi kirkja. Þessi dæmisaga virðist við fyrstu sýn vera í þrennu lagi. Í textanum á undan hafði Jesús kennt lærisveinum sínum bænina Faðir vor og dæmisagan kemur í beinu framhaldi. Sagan er samskipti tveggja nágranna. Og Jesús dregur upp tvenns konar viðbrögð þess sem er vakin upp. Í hinu fyrra er nágranninn pirraður. Allt var komið í ró og hann sofnaður, en í hinu síðara sækir hann brauðið, ekki vegna vinfengis þeirra, heldur sakir áleitni hans. Dæmisögur Jesú má oft skilja á marga vegu. Eins og ég sagði byrjar hún á því að maður fær gest og biður nágranna sinn brauð til að gefa honum. Þeir eru meira en bara nágrannar, þeir eru vinir. Og sagan endar á því að Jesús segir að Faðirinn himneski muni gefa þeim heilagan anda sem biðja hann. Kannski er merking sögunar að Guð sé nágranninn sem á nóg af brauði. Hann á soninn Jesú sem er brauð lífsins. Brauðið sem sté niður af himni og Guðs orð er okkar andlega fæða. Gestur mannsins er trúlaus og maðurinn bankar á dyr Guðs, þar að segja, hann biður án afláts að gesturinn komist til trúar. Og þó maðurinn biðji aðeins 3 brauð, en 3 eru tákn heilagar þrenningar, þá færir Guð honum eins mörg brauð og hann þarf. Þar að segja Guð mun gefa honum réttu verkfærin og tækifærin til þess að vitna fyrir gestinum, svo að hann fái einnig tækifæri til þess að öðlast heilagan anda. En það má einnig skilja þessa sögu á annan hátt. Eigum við til dæmis að tengja hana við bænina Faðir vor, sem Jesús kendi lærisveinum sínum á undan sögunni. Þar er okkur sagt að biðja Guð daglegt brauð, sem sagt daglegar þarfir.
Og lýsir sagan þá viðbrögðum Guðs? Nei, sagan lýsir mannlegum viðbrögðum sem við þekkjum svo vel. Hún merkir hvorki að Guð verði pirraður yfir sífelldum bænum eða að eina leiðin til að fá bænum okkar svarað sé að biðja stanslaust. Nei, sagan kennir okkur að ef við erum viljug til að hjálpa vini okkar eða nágranna í neyð, þá sé Drottinn Guð meira en reiðubúinn til þess að heyra bænir barna sinna. Maðurinn í sögunni var áleitinn. Hann hafði kjark til þess að fara til nágrannas miðnætti. Hann gafst ekki upp á að banka, þó klukkan væri margt og hikaði ekki við að biðja hjálp. Það vill Guð einnig að við gerum. Ekki hika við að leita hans á hvaða tíma sem er. Höldum áfram að banka og biðja og Guð mun svara á réttum tíma. Í framhaldinu segir Jesús að til þess að fá hjálp þarf að biðja hana, samanborið. Biðjið og yður mun gefast, leitið og þið munu finna, kníið á og fyrir ykkur mun upploki verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar, og fyrir þeim sem á knýr mun upploki verða. Hinn frjálsi vilji virkar þannig að Guð þarf að vita að við viljum fá hjálp. Þess vegna þurfum við að biðja hana, en við höfum loforð að þegar við biðjum, mun Guð svara bænum okkar. Og þá er komið að síðasta hluta dæmisögunar. Guð veit betur en við hvað er best fyrir okkur og þess vegna getur svarið við bæninni stundum verið nei. Þessa neitun skýrði Jesús þannig út. Guð er okkar himneski faðir og enginn faðir myndi gefa barni sínu höggorm ef það biður fisk eða sporðdreka þegar það biður egg. Höggormar og sporðdrekar eru eitraðir og hættulegir. Guð vill okkur aðeins gott og eins og aðrir feður þá gefur Guð börnum sínum aðeins góðar gjafir og veitir okkur vernd gegn öllu illu. Í Jesaja stendur, því að ég, Drottinn, er Guð þinn, ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Lexían í dag er hinn gullfallegi Sálmur 121 sem hljóðar svo. Ég hef augu mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp. Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara heimins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, Drottinn skýlir þér, hann er þér til hægri handar. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Sálmurinn er frekar fullvissa bænasvar heldur en bæn. Hvaðan kemur mér hjálp, spyr hann, og svarið er, hjálpin kemur frá Drottni, alheimsins. Sálmaskáldið hefur augu sín til fjallana, en hefur sennilega ákveðin fjöll í huga. Musterið í Jerúsalem, hinn heilagi staður Guðs á jörðu, stóð á musterishæðinni og umkringt fjöllum. Þegar fólk Guðs búsett í öðrum hlutum landsins bað til Guðs, horfði það ef til vill til fjallana umhverfis Jerúsalem. Því ljóðrætt skilningur textans er að öll hjálp komi frá þessum fjöllum. Í upphafi staðfestir skáldið hvaðan hann fær hjálp. Hann fær hana frá Drottni, skapara heimis og jarðar. Síðan vill hann fullvissa lesandan eða hlustandan að Guð muni einnig hjálpa honum. Hann mun hjálpa mér og þér að standa stöðugur dag og nótt. Drottinn alheimsins er á verði allan sólarhringinn, tilbúinn að verja mig og þig
gegn öllu illu. Í Sálmi 119 segir hann að Guð sé skjól hans og skjöldur. Drottinn mun halda fast í hönd hins trúfasta, varðveita hann og blessa héðan í frá og að eilífu, segir textinn. Og í Rómverjabréfinu skrifar Páll þá von kristinna manna að Guð sé alltaf með okkur. En þar segir: í þessari von erum við hólpin, von sem menn sjá framkomna ekki von. Hver vonar það sem hann sér? En ef við vonum það sem við sjáum ekki, bíðum við þess með þolinmæði. Eins hjálpar andinn okkur í veikleika okkar. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andinn biður fyrir okkur með andvörpum, sem engum orðum verður að komið. En hann sem hjörtun rannsakar veit hver hyggja andans að hann biður fyrir heilugum samkvæmt vilja Guðs. Við vitum að þeim sem Guð elska, samverkar allt til góðs, þeim sem hann hefur kallað samkvæmt ákvörðun sinni. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þemað í dag biðjandi kirkja. Vonir tengjast alltaf ókominni framtíð, einhverju sem á eftir að gerast. Hið liðna þekkjum við og hinu liðna verður ekki breytt. Von kristinna manna tengist loforðum Krists, að fyrir trúna á hann séum við Guðs börn og eigum stað hjá honum. Loforðin ekki áþreifanleg, við hvorki sjáum þau eða getum sannað að þau rætist, svo að þarna tengist saman trú og von og það reynir á þolinmæði, styrk og kjark að játa þessa von. Textinn sagði að þar fáum við hjálp frá heilugum anda. Hann jafnvel hjálpar okkur að koma orðum að bænum okkar og vilji svo til að við vitum ekki nákvæmlega hvers við eigum að biðja, þá veit Guð hvers við þörfnust og hvað stendur hjörtum okkar næst. Hann bara eina bæn í burtu. Bæn ákall. Í bæninni viðurkennum við mátt okkar og biðjum hjálp. Og bænin ákveðin staðfesting á að við trúum á þann sem við biðjum til. Í Júdasarbréfi stendur: þið elskuðu, byggið ykkur upp í helgustu trú ykkar, biðjið í heilugum anda. Guð vill nefnilega eiga samband við okkur og í dæmisögunni sagði Jesús: biðjið og ykkur mun gefast, því að hver sá öðlast sem biður. Og við erum fullvissuð að bænasvarið verði farsælt fyrir okkur. Þreytumst ekki að biðja fyrir vantrúum, að þeir eignist líka heilagan anda, eins og við gátum skilið í sögunni gestin í Guðspjallinu. Páll skrifaði: biðjið án afláts, þakkið alla hluti, vakið og biðjið með þakkagjörð. Bænarefni okkar tengjast yfirleitt okkur sjálfum eða okkar nánustu. Þegar þjóð Guðs var herleitt til Babylóníu, eins og ég sagði ykkur frá daginn, þá hvatti Guð fólkið til að vinna að hag borgarinnar, því það væri líka þeirra hagur. Þessa hvatningu líka að finna í fyrra Tímóteusarbréfi, en þar stendur: fyrst af öllu hvetjið til að biðja og ákalla Guð og bera fram fyrirbænir og þakkir fyrir alla menn. Biðjið fyrir konungum og öllum þeim sem hátt eru settir, til þess að við fáum lifað friðsamlegu og rólegu lífi í Guðsótta og siðprýði. Það okkar hagur að biðja fyrir góðri stjórnsýslu í landinu okkar og munum að þakka fyrir vernd Guðs, handleiðslu og bænasvör. Þakkið drottni því hann góður, því miskunn hans varir að eilífu. Biðjið án afláts. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, drottinn láti sína ásjónir lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni.
Amen.